Og þemað verður, eða rauði þráðurinn, það getur vel verið þið finnið ekki alltaf, þennan sjáu hann ekki alltaf, en þennan þráð, en hann þarna, og hann fjallar réttlæti Guðs. Réttlæti, þessi hvað það sem Guð hefur gert með því að réttlæta þig og mig? Hvað felst í því að vera réttlættur? Hversu miklu máli skiptir það? Á hverju þurfum eitthvað að vera að hugsa það? Eða það kannski bara grundvöllur fyrir trúarlífið að skilja það? Svo við ætlum að skoða þetta og ég mun ekki tala það bara einn, ég mun fá góða aðila og úrvals einstaklinga sem mun koma og hjálpa mér við þá kennslu og tala það efni og við munum sjá hvað Guð leiðir okkur með það. Og þar hvet ég ykkur til þess að vera með ef við mögum hittast í salnum að sjálfsögðu, en þó við séum bara heima, hlusta, meðtaka og biðja Guð að sýna sannleikann í því orði sem eru kennt. Amen. Jæja, þá ætlum við að skoða þess. Þetta var svona bara það sem við ætlum að gera framundan á COVID-tímum. Það nýtt ár. Upphafi nýs árs. Ég heyrði það hjá mörgum að sumir hættir að vera með svona nýjársheiti. Gott og vel, á hverju, vegna þess að þau rætast aldrei. Það verður aldrei úr því. Ég man eftir því ég var að kenna henni gamla daga inn á skólanum og það var þeim tíma sem reykingar voru leyfðar í flestum svona stöðum og þar á meðal inn á kennarastofunni. Ég held ég hef aldrei reykt eins mikið á ævi minni. Hef þó aldrei reykt. En það var bara mökkur, kaffi og sígarettureykur, sko. Svakalegt. Ég man eftir einu vetrunum að svona í mars, ég held að vera í mars, búin að kenna frá hausti og sko þá fann ég svona kaffilykt af húðin á mér. Þá var ég bara svona gegnsósa, kaffi og örglega reyka því ég var alltaf andaði að mér en þó ég aldrei hafi reykt sjálfur. Þannig að þetta var ekki hollt og ekki gott. En ég man eftir því að einn kennarinn stendur upp einu sinni í ég held að hafi ekki verið rétt undir vor minni mig og segir, heyrðu, ég hætti að reykja. Og fólki sagði, já, einmitt. Hún var búin að segja þetta hverju einasta janúarbyrjun frá því að þau mundu eftir. Það var alltaf nýjársheitinu, nú er ég hætt að reykja. Nei, í alvöru krakkar, nú er ég hætt að reykja. Já, okkur. Af því það er einn stór munur af því sem að ég hef gert undanfarin ár og svo núna. Og það er það að núna vildi ég hætta að reykja. Fram að þessu vissi ég bara að það var gott fyrir mig að hætta að reykja en ég vildi það ekki. En nú vildi ég. Og ég bara hætt. Það er svolítið svoleiðis með nýjársheitin. Og, vitið þið hvað? Við gefum okkur svona heit eða tölum svona betri líf alltaf í byrjun janúar. Líkamsræktin fyllist. Ég man að daginn þá komuður líkamsrækta frumöðnir og sögðust hafa ágjör svolítið að því að það var alltaf svo mikið að gera í janúar, hvort að COVID myndi stoppa það eitthvað. Yfirleitt þurfa ekki að hafa áhyggjur af því. Fólk skráir sig inn sko í áskrift og mætir svo 3 eða eitthvað svoleiðis. En þetta er mjög aktúelt hjá fólki að lifa betra lífi, bæta líf sitt, taka heilsun í gegn, taka mataræðið í gegn. Og núna hef ég tekið eftir í undanfarna daga og mér finnst það ekki leiðilegt, mér finnst það gaman og ég kem að því á eftir. Hef ég tekið eftir því að það eru auknar áherslur á að taka andlega lífið sitt í gegn. Ég hef séð kynningar, auglýsingar, viðtöl, greinar og það að fólk er hvatt til þess að bara horfast í augu það, við erum andlegar verur og við þurfum að huga að and okkar, hlúa að honum og rækta okkar innri mann. Þetta, og nú er alls konar svoleiðis námskeið að fara í gang. Svo andlega ræktunarnámskeið. Og það er út allt, ekki bara hér á landi, út allt. Og það sem við hins vegar verum vör við eru mjög fáir sem tala þessa andlegu vegferð í tengslu við trú eða Guð. Sem sagt við viðurkennum við erum andlega verur en Guð er ekkert inn í myndinni, annarkvort vegna þess að þau trú ekkert á Guð eða þau eru feimin að tala Guð eða þau segja þetta er óháð trú. Ég man eftir einu sinni fyrir mörgum ára þegar einhverjum íhugun kom fyrst til Íslands
svona indversk afbrigði af íhugunarkerfi og það var kynnt og auglýst þannig að þetta hefði ekkert með trú að gera, ekkert með Guð að gera, skipti engum máli hvort þú tryðir ekki, það væri ekkert slíkt í þessu kerfi. Þetta væri bara innri maðurinn, ræktun og þeir sem ef 10% af samfélagi, bæjarsamfélagi eða einhverju þjóð myndu byrja þessa einhverju íhugun, þá myndu slysum fækka og glæpum fækka og svo framvegis. Ég man að, ég ætla ára ekki að segja ykkur þetta því að bara kemur í hugum minn. Ég man einhvern tímann á kjölfarið, ég man ekki hvað löngu seinna, þá kom frétt að nú væri 10% Suðurnesjamanna farnar í huga. Þeir alltaf verið aðeins undan okkur í rockinu og poppinu og þeirri menningu allir, Trúbort og Hljómar og allir þeir gæjar sem þar komu. Og þeir voru líka undan okkur í þessu. En það fjölgaði slysum, það fjölgaði öllu öðru í bænum. Þannig að það var eitthvað bóið við þetta kenningu, en ég sagði hins vegar ég ætla að fara á þetta námskeið. Ég buði námskeið, ég ætla að fara á þetta námskeið og ég ætla að vera eins lengi svo ég get án þess að þurfa að taka upp undir einhverja andlega trúarlega hluti. Ef þetta ekkert trúarlegt, ok, þá það bara svoleiðis. Svo ég fer. Þetta byrjaði vel og þetta svona tækni og íhugunartækni og allt í lagi með það og svo komin, ég man ekki hvaða kvöld þetta var nokkur kvöld, held ég 15 skipti, 12 eða 15 skipti. Og ég komin 7 eða 8, ég man ekki hvernig var, og þá var sagt við okkur, heyrðu, þið skuli næst þið komið, þá skuli koma með hreinan hvítan vasaklút og ávöxtir, þeim ekki vera sítrusávöxtir, þeim ekki vera beskir, það vera að vera sætir ávöxtir. Og ég svo asnig, og hvað gert við þetta? Já, við ætlum að koma og taka þetta og við leggjum þetta fyrir fram að mynd af Maharishi Yoga. Og sagði ég. Hvað að gera? Já, við tökum þetta og svo komum við og leggjum þetta fram fyrir myndir af Maharishi Yoga. Þetta trúarbröð, sagði ég. Þetta ekki íhugunartækni eingöngu, þetta trúarbröð, við erum að tilbyða með að gera þetta, við erum að Nei. Jú, það svoleiðis, sagði ég. Því miður, þið hafi skrökvað að mér, svo ég verð að fara. Ég fór og 90% öllum líka. Því að þeir eru búin að láta skrökva sér. Íhugun til forna, ef hún frá austrinu, hvort sem austrinu eða vestrinu, hún náttúrulega meira frá austrinu sem hún var til, hún tengist trú. Hún tengist Guði og leitinni af sannleikanum, leitinni af lífinu, hinu andlega lífi. Við tökum þetta hinu vestræna heimi mörg hver og við hreinsum þetta svona. Út með Guð, út með trú og reynum að skilja eitthvað eftir sem svona bara tækni til þess að lifa betra lífi. Og viti menn, það virkar. Það hjálpar til að róa. Svo ég ekki hér til að rífa það niður, en vandamála sem ég hef og það sem ég langar að benda á og langar að spyrja, hvernig stendur á því að við sem kristin kirkja erum búin að tapa þeirri stöðu að geta sagt besta andlega ræktunin í kirkjunni? Af hverju fólk ekki þar? Af hverju hleypur það í allt annað og leitar? Af hverju kemur það ekki þar sem að uppsprettan og segir, heyrðu, hérna andlegt líf, hérna byggist upp, hérna nærist ég, hérna fæ ég frið og hamingjur og allt sér að leita. Af hverju höfum við tapað þessu? Við þurfum að spyrja okkur alvarlega að þessu. Af hverju fólk frekar eða hefur meiri trú á því að það sé að finna annar staðar heldur en í kirkju Krists og Krist. Hvað erum við búin að vera að segja fólki? Hvað erum við búin að vera að leggja áherslu á? Við sumir sem tala aðri mátt og alvitunduna og svona slíkt. Og það sá rauði þráður sem þið finnir reyndar í trúarbröðunum. En af hverju höfum við tapað þessu? Eins og ég sagði, ég ætla ekki að rífa neitt niður sem gott að gerast, neins staðar. En mér langar að benda á mun betri leið. Sú leið reyndar kallar á að þú opnir hjartað þitt. Sú leið kallar á trú.
En ef þú gengur þá leið, opnar hjartað þitt og tilbúinn að trúa, þá opnast heimur og líf sem þú getur ekki ímyndað þér hvað gerir fyrir líf þitt fyrr en þú hefur smakkað. Erum við ekki öll að sækjast eftir friði? Er það ekki tilgangur þess ferðalags, andlega ferðalagsins? Að viðurkenna að við erum andlegt fólk og við höfum anda innan með okkur sem þarfnast næringar og við þráum frið, við þráum hamingju, við þráum velmegun og velgengni, við þráum fyrst og næst þessa ró, þrátt fyrir ísun og þísun og lætin sem allt í kringum okkur, þá þráum við að vera í jafnvægi. Við köllum þetta ýmsum nöfnum, jafnvægi, ró, frið, núvitund, við köllum þetta. Þú veist, þetta alls konar heiti yfir þetta. En uppspretta þess alls. Og ef þú fer í uppsprettur, þú veist hvernig það er. Uppsprettur, það tærast, það best, það svalar best. Það í uppsprettu. Vatn sem búin að leka niður hlíðar í gegnum alls konar dauða og rollur og annað slíkt, ekki alveg tært þegar niður komið. En í uppsprettinni, sem kemur upp tært og gott, þar það. Og þar uppsprettan. Ef að líta aðeins á, bara örstutt hvað Biblían kennur okkur þessa hluti, mig langar fyrst að nefna hérna spádóma. Hlustum aðeins á þetta. 42. kafli 1-6. Sjá þjón minn sem ég leiði mér við hönd, minn útvalda sem ég hef þóknun á. Ég legg anda minn yfir hann mun boða þjóðunum rétt. Stoppum aðeins. Þannig Guð að tala og hann að Jesaja kemur með spádóm og hann mælir fyrir munn Guðs, sem það guðlegum anda, og hann segir, þetta minn útvaldi sem ég hef þóknun á, ég mun leggja anda minn yfir hann. Hann að tala Jesú. Hann að spá fyrir fæðingu frelsarans. Svo segir, versi 2, hann kallar ekki og hefur ekki háreysti og lætur ekki heyra röst sín á strætunum. Hann ekki með háva og læti. Það fer ekki mikið fyrir honum í hvað það varðar. Þó hafi farið ýmislegt fyrir honum á annan hátt það hvað hann talaði og hvað hann sagði, hvað hann gerði, en hann var ekki með háreysti. Brákaðan reyrinn brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slökkur hann ekki, hann boðar réttin með trúfesti. Hann dabrast eigi og gefst eigi upp uns hann fær komiðinn rétti á jörðu og fjarlægar landsálfur bíða eftir boðskap hans. Fjarlægar landsálfur bíða eftir boðskap hans. Það var að tala Jesú. Hans boðskapur einstakur. Lönd og þjóðir þarfnast þessa boðskapar. Og hér kannski stoppum við aðeins eða missum við marks í kirkjunni vegna þess að við tölum alltaf það að þetta sé bara boðskapar, svona áttu að lifa ytra lífinu þínu. En boðskapurinn sem Kristur kom með var ekki bara það hvernig þú hegða þér í lífinu. Hans boðskapur var stærri og miklu meir en sá. Hann gekk út á það hvernig hann ætlaði að breyta þínu andlega lífi þannig að ávöxturinn sæist í ytra lífinu. Hann ætlaði að byrja inn í þér, ekki utan á. Við höfum hins vegar oft tekið það meira utan á. Þú átt ekki að gera þetta, þú skalt ekki gera þetta. Þú voru að halda þetta, þú voru að gera svona. Og það þá missum við marks. Svo segir drottinn Guð, vers 5, sá skóp himinin og þandi hann út, sá breiddi út jörðina með öllu því sem á henni vex. Þetta skaparinn. Þetta sá sem gerði allt. En svo sumum myndu kalla þetta almættið. Þetta alvitundin, heimsvitundin, hvað þú kallar það. Þetta lifandi Guð. Þetta ekki ópersónulegur máttur og kraftur. Þetta lifandi skapari himins og jarðar.
Sá breiddi út jörðina með öllu því sem á honum vex, sá andardrátt gaf. Takk eftir, sá andardrátt gaf mannfólkinu á jörðinu og lífsanda þeim á henni ganga. Hann blés nefnilega sínum lífsanda inn í þig og inn í mig. Þess vegna, ég lá vakandi einu nóttunum daginn og ég var að hugsa hversu stórkostlegt lífið hvernig vera erum við? Hvernig verur erum við? Hvernig getum við upplifað og reynt þessa tilveru sem við erum að upplifa og reyna? Hversu magnað þetta? Þetta náttúrulega bara tilviljun. Nei. Ég segi bara það, þeir sem að halda, það vilja meina að þetta sé tilviljun og það tekið nokkur milljón, 100 milljónir eða 1000 milljónir ára að þróast úr einhverju eða úr engu öllu heldur. Mikil trúðin. Mikil trúðin. Mun meir en mín. Svo kemur þetta stórkostlega vers í 6. Ég drottinn hef kallað þig, það er Guð almáttugur sem að tala Jesú. Ég hef kallað þig til réttlætis og ég höld í hönd þína og ég mun varðveita þig og gjöra þig að sáttmála fyrir líðin og ljósi fyrir þjóðirnar. Til að opna hinn blindu augu, til að leiða út úr varðhaldinu þá bundnir úr dýflissunni þá í myrkri sitja. Þetta ekki það sem við viljum? Við viljum öll koma til ljósis. Við viljum öll að fá birtun og ylun og ljósið úr myrkri, úr fjöturum, úr ánauð. Sama hver hún Hann segir, Guð segir, ég sendi ykkur Jesú. Hann ekki bara eitthvað sem ætlar að gefa ykkur eitthvað sáttmála, hann sáttmálinn. Með öðrum orðum, kristendómurinn persóna. Allt lífið í Guði persóna. Þetta snýst allt Jesú. Hann Hann Og aðeins neðar eða í öðrum kafla 49 segir á tímu náðarinnar bænheyri í þig, þetta áframhaldandi á sama spádómi faktist, eða svipuðum. Á tímu náðarinnar bænheyri í þig og á degi hjálpræðisins hjálpa ég þér. Ég varðveiti þig og gjöru þig að sáttmála, kemur það aftur, fyrir líðin, til að reisa við landið, til þess að úthluta erðahlutum sem komnir í auðn, til þess að segja henni fjötur gangið út og þeim sem í myrkrinu komið fram í dagsbirtuna. Kristur, þú segir kannski bara, þetta rosalega merkilegt, þetta skyldi hafa verið sagt svona löngu áður en Jesús fæddist. Já, það stórmerkilegt. En ég meina, hver segir að þetta hafi komið fram í Jesú? Þetta ekki bara tilviljun? Komið enn aftur að tilviljunum. Mikil trúði, ef þetta allt tilviljunir. Sumir vilja meina kannski þetta sé bara eins og ekki, bara bull, þetta bara biblían, hún bara bull. Það lítið við því að segja hér í augnablikinu, ég ætla ekki að fara í trúvörn varðandi biblíuna í augnablikinu, ég get bara sagt það eitt. Það enginn sem getur sagt mér að þetta sé ekki satt. Það enginn sem getur sagt mér það. Ég hef aldrei efast það síðan að ég fekk að upplifa og reyna þennan kraft. Síðan ég fekk opinberun og skilning það og hann mætti mér á þvílíkan máta að það breytir engu hvað hver segir. Það búið að reyna að segja mér þetta öll þessi ár síðan, sjáðu. Það skiptir ekki máli. Ég veit á hvernig ég trúi. Ég veit að hann Ég bara veit að því ég búin að reyna það. Þetta ekki bara rosalega sniðu hugmyndafræði í kollinum á mér. Vísu hugmyndafræðin alveg geggjuð, en það allt annað handlegur. Það ekki það sem Þetta andleg reynsla. Andleg upplifun sem krafðist þess að ég opnaði hjarta mitt og ég væri tilbúin að trúa. Og bám! Hann stóð við sitt, hann gerði nákvæmlega þetta. Og þá ætla ég að segja ykkur eitt, og þetta ég ætla að ljúka með þessu. Hvernig hlottnast okkur svo að komast út myrkurinn inn í ljósið? Hvernig hlottnast okkur að ganga þessa andlegu vegferð, ganga þessa andlegu leið?
Það aðeins og einn máta, elsku vinur. Bara ein leið inn í þetta líf. Það alls konar aðra leiðir inn í annar líf, annars konar líf. Ég að segja þér, komum að uppsprettunni. Og það fagnaðarerindið Jesú Krist. Ef ég spyrði þig, langar mér að spyrja þig, þú ert ekki að svara upp átt. Ekki einu svona þú sér bara, já, kannski þú ert einn heima hjá þér, máttu svara upp átt. Þú mátt alveg sjálfsögðu svara upp átt, þú þarft þess ekki. Hvað fagnaðarerindið Jesú Krist? Hugsaðu það. Hvað fagnaðarerindið? Ég veit alveg að mörg ykkar núna sem þekki einhvað til ritningarnar, einhvað til kirkjumála, sumir ykkar eru kannski og bara segja fagnaðarerindið að var eitthvað með Jesú eða ekki eitthvað hann páskólum eða ekki. Jú. Þú segir kannski, já, snýst fagnaðarerindið það að Jesús Kristur, sonur Guðs, kom og gerðist maður? Jú. Jesús dó fyrir mig? Jú. Hann fyrirgaf mér syndi mínar? Já. Heyrðu, hann reis frá dauðum? Aha, það líka gott. Þetta ekki allt fagnaðarerindið? Þetta hluti. Þetta hluti af því. Ef ég myndi segja við þig, ok, kæmi til hérna, ég hef aldrei séð bíl. Ég hef aldrei séð bíl eða bifreið, veit ekki hvað það Og þú byrjar, það svona 4 dekk. Dekk, hvað er það? Svo byrjar að lýsa dekki fyrir mér. Já, merkilegt. Og hvað gerir þessi dekk? Já, þau rúlla, Halldór. Svo fyrir að lýsa bílnum alveg í smátur. Þú lýsir alveg öllu. Þú lýsir honum svo vel að ég get að lokum teiknað bifreið. Það þá aðal tilgangurinn að ég geti sagt hvernig bifreið lítur út? Hvað bifreið? Nei, bifreið nefnilega farartæki sem kemur mér frá A til B. Bifreið ekki útlitið á henni. Bifreið það sem gerir það verkum hún kemst á milli staða. Það bifreið. Margir hafa fagnaðarerindið og geta lýst svona hlutum í því en veit ekki kraftin sem kemur frá A til B í lífinu. Veit ekki kraftin sem breytir andlegu ástandið þeirra og færir þau til inn í nýjar víddir. Það fagnaðarerindið. Fagnaðarerindið opnar nefnilega nýjan heim andlegs lífs og gefur þér algjörlega nýja sýn á jarðneska lífið. Og með fullri virðingu fyrir allri annari andlegri leit sem í boði eða aðferðum, eða leið, eða tækni, þá ætla ég að leyfa mér hér og nú að fullyrða að enginn þeirra kemst með tæknar það sem að Kristur hefur hælana í þeim efnum. Enginn. Og ég tala það af eigin reynslu. Tekið mér stór orð í munn, það má vera. En ég veit að ég veit. Ég sannfærður. Þetta leiðin. Og kirkjan hefur mist sjónar á því hvað við erum hér að gera. Kirkjan heldur það oft á tíðum að við séum hér til að vera áframhald eða framlegging á Jesú Kristi til þess að klára verkið hans. Nei. Við erum bara kölluð til neins. Við erum kölluð til að fara og segja fólkinu góðu fréttirnar. Við áttum bara að segja hann frá. Við áttum að segja hann frá að verkið væri búið, fullkomnað. Að hann hefði klárað allt sem þurfti að klára til að gera okkur þennan aðgang mögulegan. Ég ætla að lesa núna að lokum síðasta versið og hlustið á Rómverjabréfið 1. kafli. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Takk eftir hverjum þeim sem trúir.
Trúin verður að vera. Gyðingum fyrst en einnig Grikkjum. Ok, þetta þýðir ekki það að gyðingarnir séu hærra settir heldur Grikkirnir og eitthvað svona og þess vegna fengu þeir. Nei, þeir bara fagnaðarerindið kom fyrst til þeirra, síðan til hinna. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeir sem trúir gyðingum fyrst, síðan Grikkjum, því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað er hinn réttlæti mun lifa fyrir trú. Réttlæti Guðs opinberast í fagnaðarerindinu. Í sumum erlendu þýðingu segir einfallega, fagnaðarerindið er opinberun á réttlæti Guðs. Ertu með? Það er það sem þetta þýðir. Fagnaðarerindið Jesú Krist, jú, hann fyrirgefur, jú, hann reis frá dauðum, jú, hann gerði allt þetta er allt hluti af pakkanum. En hvað er fagnaðarerindið sjálft? Það er að hann hefur réttlætt þig. Og þegar þú fær opinberunar skilning á því hvað það er að vera réttlættur fram fyrir Guði, þá umbyltist líf þitt. Það gjörsamlega umbyltist. Og frelsi sem fylgir því er engu líkt. Friðurinn, kærleikurinn, gleðin, allur þessi pakki sem við þráum öll, fylgir því þegar þú fær skilning í hjartarinu þínu. Þetta er ekki tækni. Þetta er opinberun. Réttlæti Guðs er grunnurinn. Réttlæti Guðs er fagnaðarerindið. Og það sérst og sýnist í okkur við opinberun heilags anda. Hann sýnir okkur frá trú til trúar. Þegar þar er byrjunin. Byrjunin kannski leit, sjáðu. En svo finnurðu. Í kristendómnum getur henni bara fundið. Ég veit að margir leita og vilja bara vera að leita, það finnur aldrei neitt. Bara flott að vera leitandi, andlega leitandi. Ég er mjög andlega leitandi maður. Já, ég var það líka og svo fann ég. Þú veist, og þá þurfti ég ekki að leita lengur. Ég fann. En það stoppaði ekki ferðalagi hjá mér. Ég hélt áfram að ferðast bara núna í andlega, bara allt annur skilningi, allt annur dýpt. Frá dýr til dýrar, frá trú til trúar. Það hættir ekkert, þú finnir, ekki vera hræddur við það. Já, ég verð alltaf að vera að hafa eitthvað. Já, hafðu það bara áfram í trúni þá. Og þú þarft ekki að leita því þú munt finna fyrir opinberun Guðs.